Deildinum var flogið inn í Víkina áður en leikurinn hófst og risavaxinn dróni var fenginn í verkið. Fyrir leik voru einnig veittar viðurkenningar. Besti leikmaður bestu deildarinnar, Patrik Pedersen, tók við verðlaunum í formi Horns og Víkingur heiðraði þá Matthías Vilhjálmsson og Pablo Puniet sem voru báðir að spila sinn síðasta leik fyrir félagið. Leikurinn hófst svo eftir löng og góð lófa klöpp og Íslandsmeistararnir voru í miklu stuði. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði fyrsta markið með laglegu skoti með vinstri fæti og Matthías Vilhjálmsson tvöfaldaði fórustuna rétt fyrir hálfleik með góðu skallamarki sínu síðasta á sigursælum ferli. Það var þá viðeigandi að fleiri mörk voru ekki skoruð í seinni hálfleiknum. Víkingar unnu 2-0 sigur og sönnuðu, ef einhverjir efuðust enn. Mikil fagnaðarlæti brutust út í leikslok. Vík tók svo við verðlaununum sjálfum, besta skildinum sem fyrirliðinn Ólafur Ekroth lyfti á loft. Tölur. Víkingar fengu svo loks Íslandsmeistaraskjöldin afhentan eftir leik en þeir tryggðu sér hann fyrir 2 vikum. Alltaf hættan þegar lið eru búin að tryggja sér titilinn að þeir komi inn í leikina, það vantar svona einhverja auka krafta eða motivation að koma með frammistöður en við sýndum að við báðum þessu leikjum á móti Breiðablik og Val að við vorum hvergi hættir og við bara tókum þessu alvarlega og sýndum bara hversu miklu sigurvegari við erum.